En við ætlum að fara í Mosó þar sem að Íringar höfðu bara undirtökin svona framan af, lengst framan af gegn Aftureldingu og Baldur Fritz Bjarnason, hann fór mikið í liði þeirra, reynda Bernhard líka. En Íringar komu bara feskir inn í þennan leik. Ég komu bara frábærlega inn í leikinn, einmitt, mikill kraftur og Baldur svona hélt svolítið uppteknum hætti bara frá síðustu umferð þar sem hann farin að taka á skarið og skora mikið af mörkum og leitandi og var frábær hann í upphæðu leiks og ég meina þeir eru held ég með 5 marka fórustu þarna á tímabili 13-8 eða eitthvað svoleiðis Íringarnir Og fljóta hverfa reyndar. Og mjög fljóta hverfa staðan held ég hún 16-16 bara mjög fljótt en kraftur í Baldri og Íringunum þarna á löngum köflum í leiknum. En Andri Freyr Friðriksson, hver þetta? Einar Ingi. Hann á hérna 7 mörk í 7 skotum eða? Já, bara Hvaða strákur er þetta? Frábær hann í hægra horninu. Ég sé núna annar leikurinn rauða sem hann er í hóp hjá Mosó. Ég meina Stefán Magni hefur búin að vera meiddur þannig að hann svona sem hefur átt þessa stöðu svona aðeins á víxl með Árna Braga og hann að standa sig bara einhvern veginn í juliðinu. Já, við sjáum líka að Árni Bragi byrjar í horninu held ég. Ævar fyrir utan. Þannig að það er bara einhvern veginn ekki að ganga. Þeir eru undir. Þeir þurfa að breyta Árni fyrir utan. Gultin fer bara í horninu. Já, Ævar var náttúrulega bara skítkaldur. Þá bara treysta, ég meina Steppi er búinn að vera þjálfa þessa stráka í 3. flokknum og svona undanfarin ár. Hann þekkir þá og veit hvað þeir geta. Ég meina þeir eru að standa sem yfirliðinu, þá bara fá þeir verðskulda tækifæri. Já, hann er með 7 mörk í 8 tilraunum en sko það var allt í járnum í þessum leik. En það var vendipunktur leiksins þegar 7,5 mínútur var eftir þegar Baldur Fritz fær 2 mínútur fyrir leikaraskap. Þetta fer með leikinn fyrir Íringa. Er þetta réttu dómur? Sko, hann ríkur þarna út, ýtir svona aðeins í herðablað á honum og Baldur dettur mjög auðveldlega. Eins og hann sé að fá þetta í sko andlitið. Já, og hann er að fá leikarskap á það að hann leikur eins og hann sé að fá þetta í andlitið, snýr sér hérna 2-3 hringi og er að gera eitthvað úr broti sem var alveg brot. En það er að gera sig úr einhverju sem var alls ekki neitt. Sko. Og þetta er sama sóknin og þeir tapa honum hérna 29-29 og Afturelding skora 4 röð leikurinn farinn. Þetta er rosalegt. Þetta gerði útslagið fyrir IR í þessum leik. Þetta var bara, þeir voru búin að vera með svona skrefuna þess á undan. Já, allan leikinn nánast. Bara, og maður heyrðu, nú eru bara að fara alvöru úrslitandi upp í Mosó núna fyrir Íringa. Þeir eru að fara alvöru krafti inn í jólafríð og þetta er bara, en svo einmitt kemur þetta moment. Við ætlum ekkert að taka það af Baldri, hann fengið eitthvað högg á andlitið eða fundið fyrir einhverju stróku. En hann þurfti alls ekki... Gylfi, þeir voru að dæma þetta okkar bestu dómarar, eða svona, bestu. Já, ég meina það er brot. Þeir dæma fríkast og dæma svo á leikaraskapinn í kjölfarið. Sko. Hann missir ekkert boltan út af leikaraskap. Það er brot í þessu, svo bara fyrir hann að leika þeim svona að fara í andlitið og ég er ánægð með þetta bara, þetta er ekki bóðið. Sko. Við erum bara að fá nóga svona einhvern veginn leikja eftir, reyna að gera mikið og meira úr brotinu.